Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin. Við erum að fara í eitthvað ferð sem Drottinn hefur undirbúið og við höfum góða reynslu af þeim ferðum og hlökkum til og kvíðum ekki. En það engu að kvíða með Drottinn sjálfan við stýrisvölin. Hann skilar okkur á sinn stað sem hann hefur áður fyrirbúið og við þurfum ekki að hræðast það neitt og gerum heldur ekki. Og þess vegna erum við að brýna hvort annað. Við viljum að við höldum áfram góðu verkinu sem Drottinn hóf og það ekki enn lokið og því ekki enn lokið og líkur, þegar hann vill. Hann stjórnar þessu öllu, ræður og ríkir og ég bara verkfæri hans, þjónn hans og hann leyfir mér að kalla sig vin sinn og veistu af hverju? Ég geri hans vilja og það einmitt það sem að hann hvetur okkur til að gera því hann vill að við séum vinir hans og vinir koma öðru sér fram hvoru aðra heldur til að mynda við þjóna sína þó að húsbóndin sé sanngjarn og góð og allt saman það þá kemur hann öðru sér fram við persónulega vini sína og þannig þetta nú bara hjá okkur og verður alltaf. En við getum samt verið alveg ágætis menn og allt saman það en við komum samt betur fram við vini okkar. Og Drottinn segir, ef að þér gerir það sem ég býð, þá þér vini mínir. Hann svo öruggur það að hann sé að gera rétt og hann gerir bara rétt að hann leyfir sér að segja þetta að sinn vilji geri mig að vini sínu. Finnst mér þetta áhugavert? Mér finnst þetta bara mjög áhugavert. Mér finnst þetta bara alveg frábært að heyra og vita af og við fórum alltaf auðvitað að lifa samkvæmt þessu því að ég vil halda í þessa vináttu. En ég komist að því gegnum gönguna að barátta. Eitthvað sem við þurfum að glíma við og hafa fyrir og ekkert sjálfgefið að sé. Og þetta veistu náttúrulega jafnvel og ég sem að trúir á Jesú Krist og hefur kannski gert jafn lengi og ég nú búin að vera í þessu í yfir 30 ár. Og inn í kirkjunni í yfir 30 ár. Þó ekki hafi ég verið í söfnuði, skráður í söfnuð fyrir kannski 10 árum setna, 10-12 árum setna. Og þá var ég auðvitað alltaf í kirkjunni því að þegar þú frelsast og endurfæðist þá ég í raun og veru komin inn í dýrð Drottins og ekkert minna heldur það og þetta eitthvað sem við þurfum að vita, ígrunda, velta fyrir okkur því að kirkjan ekkert einhver staðar við einhverju götu, hún bara það sem þú ert og sá sem með þér Jesú Kristur, það ekki annars rétt? Fyrir hverjum finnur hvað gleggst þegar þú ert að glíma þína glímu og þú ert einn eða ein þú finnur fyrir Kristi. Engum öðrum ekki svo að skilja að þú eigir ekki marga sem styðja þig, það allt annað mál. En þeir ekki til staðar nema endrum og sinnum. En Kristur með þér það sem þú ert, að því hann í þér. Þannig að þetta alveg rosalega magnað atriði að velta fyrir sér og vita og vilja vera undir vegna þess að þetta sannleikurinn. Þú þarft ekkert annað en að horfa í eigin barm því að þú hefur oft þurft að glíma alls konar glímu og hvar voru þó allir þessi stöðningsmenn sem þú segist eiga og segja styðja þig. Ég ekkert að gera lítið úr því og ég efast ekkert það. En þetta fólk ekkert alltaf til staðar. Og það veit ekki að þú sért að glíma þína glímu því að við erum misjafnlega dögleg við það að vera eitthvað að auglýsa það. En þú átt þá orðastað í huga þínum, í hjarta þínum við lifandi Guð. Hann veit alla þína baráttu. Hann með þér vakinn og sofinn. Þetta mjög mikilvægt að við kennum þessa kennslu því að þá erum við búin að draga Krist í svo mikla nálægð við okkur. Og það ekki það sem við viljum? Ég veit að Drottinn elskar þetta. Og hann segir mér sannleika, hann segir mér stöðun eins og hún og ekki staðan þessi að stundum ég bara einn. Og ég kannski oftast einn. Því að þetta allt hið innra sem þessi barátta Páll talar það, hann sé óttaslegin hið innra og í baráttu hið ytra. Hver vissi að þessu?
enginn Páll og ég og þú núna því hann sagði frá því. En hver oft voru dagarnir svona hjá Páli, kannski á hverjum einasta degi, allt sitt líf meira og minna. Við vissum ekkert af því, við vissum bara þessu vegna að hann sagði það í þetta skiptið. Og þannig þetta enn þann dag í dag að við erum að glíma mest ein með okkar Guði, já með okkar Guði. Og hvað með hann? Hann ætlar að gefa okkur sigurinn. Og hvað það segir þetta mér? Ég þarf að þrauka. Ég þarf að dvelja hjá honum. Ég þarf að vilja að gera vilja hans. Að því ég vill vera vinur hans, þá ger ég það. Vinur hans. Er það ekki magnað að geta sagt Krist vera vin sinn? Og ekki bara að ég segja hann sé vinur minn, heldur staðfestir hann það að þessi maður sé vinur sinn. Ég er ekki þjónn hans, ég er vinur hans. Og hann býður mér í teiti sem vinur sinn. Hann segir mér það sem hann vill að ég heyri frá augliti til auglitis. Það heitir og líka opinberun. Er það ekki rétt? Er það ekki augliti til auglitis eitthvað frá lifandi Guði? Er það eitthvað annað? Ekki fyrir mér allavega, ég veit ekki hvernig þú sér þetta, en ég sé þetta svona. Þetta er það sem við þurfum að vita. Þetta er það sem við erum að glíma við. Þess vegna segi ég það að Kristur rísi upp hjá okkur. Að hann sé okkar haldreipi og hann sé sá sem að við blínum á. Og ég segi, stendi það, að hann er svo eini sem eftir er fyrir mig. En ég er ekkert að gera neitt lítið úr vinum mínum. Og fólki sem styður mig heilsuga, ég veit að þeir eru til. En því miður þá er þetta fólk sjaldnast til staðar þegar einhver barátt er í gangi, en hann er alltaf með mér að því hann býr í mér, svo sem veit allt þetta. Þannig það er ekki alveg saman að jafna. Þetta er það sem við þurfum að vita um. Þetta er það sem við þurfum að gera. Og þetta er það sem við þurfum að segja, tala um og vera undir og vera í. Vegna þess að í þessi farvegi þurfa málin að vera. Bæði og mér og þér. Það er nú svo merkilegt sem það er, eða merkilegt ég veit ekkert það, en þetta er staðan. Þú glímir þína glímu einn með þínum Guði, oftast nær. Og það er ekkert að því, svona bara er þetta. Og þess vegna vil Drottinn að við séum stöðugt að hvetja og benda mönnum á og reyfa upp góða þætti og góðir þættir verða betri þegar við nefnum Jesú í sömu andrá, því hann er til staðar, hann er með okkur, vill dvelja í okkur, vera hjá okkur, segja okkur fréttirnar, og hann segir okkur réttar fréttir, sannar fréttir, hann segir engum upplognar fréttir. Þær fréttir hefur þú allar úr heiminum og hann er allt í kringu þig. Þess vegna þarf þú og ég og við að vera með skilju uppi sem að skilur á millið þess sem er rétt og þess sem er rangt. Og þetta verður hlutskipti mitt og þitt og okkar vegna þess að okkur er gefin þessi leið. Drottinn gaf okkur þessa leið. Hann er sá sem ræður og ríkir, hann stjórnar. Hann er það sem ég er núna. Og hér er ég og Drottinn er í mér. Ég er svona verið alveg frá þeim tímapunkti sem ég endurfættist á og Drottinn varð raunveruleiki fyrir mér og hann er ennþá þessi sami raunveruleiki þó maður hafi þetta sopið ýmsa fjörun og reynt margt og séð margt og ekkert verið sáttur við allt sem maður hefur séð, þá er Drottinn sami í mínu hjarta. Hann hefur vaxið þar og elska mín til hans verður æ meiri og ég segi, hann er svo sem að stendur eftir þegar í raun og veru allt hitt er farið og þetta er staðan. Þetta er ekki neinn lítilsvirðing fyrir einn eða neitt, heldur er þetta staðan eins og vorum að tala um á það, að það er ekki, þetta fólk er ekki alltaf til taks fyrir því og hvernig ná það að vera það og geta það, sjálft að glíma við alls konar innri vandamál sem að það þarf að fást við rétt eins og ég. Við erum öll á þessum bát, við erum öll á sama bát og verðum áfram á þessum sama bát vegna þess að báturinn heitir Jesús og hann er á þessari ferð og ég ætla að vera í honum til þess að örugt sé að ég sé örugglega stefna sömu leið og hann er að fara. Það er það sem ég vil og þetta er eitthvað sem þú ætti líka að vilja.
Og þú getur alveg verið þarna, þeim með í línu, en þú voru bara að velja það í dag. Þetta er dagurinn sem við þurfum að velja á. Við lifum ekkit á fornir fræð, enginn okkar lifir í forna fræð. Við eigum okkar sögu, við eigum okkar góðu daga í Guði og við eigum okkar verri daga í Guði og allt þar á milli. Hvernig er núna? Þetta er bara enn eitt dagurinn, enn eitt sem við þurfum að kljást við, fá stuð og vera inn í. Og við munum sigra þennan dag eins og alla hinna, akkur ekki. Hvað aðskilur þennan dag svo mjög frá öðrum dögum að við sjáum enga leið frá honum? Og kannski sjáum við enga leið frá honum, þá er gott að horfa tilbaka. Við erum nú ennþá hér. Við erum ennþá að tala sömu tungu. Við erum ennþá að dá og dyrka sama Jesús. Það hefur ekkert breyst. Og það hefur ekkert breyst hjá mér. Ég er bara á þessari leið. Boða upprisin Jesú og hvetja þig til að vera með í þeirri vegferð. Alveg svo ég vil að hann geri fyrir mig, þannig vil ég líka að hann geri fyrir þig. Hann er hvatningin. Ég er þó í mestalagi bara rödd frá honum sem hvetur þig örvar og umfram allt segir þér það sem er rétt og satt. Það er mitt verk og það er þitt verk líka sem kristins manns og oft hefur auðvitað verið þessi hvatning fyrir hvort sem er mig eða aðra og þannig á þetta að vera. Við eigum að vera þetta fólk því okkur er gefin leiðin, við þekkjum Jesú og vitum því hvað hann vill og við erum með hann í öndvegi, í sínus hásæti, við gerum vilja hans og köllumst því á honum sjálfum vinir hans. Og við höfum oft lent í veislu með drottni. Það má segja að opinberun frá hæðum sé sín veisla. Því að þegar þú færð opinberun og þær eru allar merkilegar, að þá er það gleði efni fyrir þig. Það veit að engin annar nema þú segir þínu opinberun. Það er eitt af því sem drottinn hvetur okkur til að gera, því að við eigum að vera uppörfun hvort fyrir annað. Þannig líka eykst skilningurinn ekki bara hjá mér. Minn skilningur þarf vitaskuld að aukast, en hann þarf að ganga út til að skilningur fleiri mann og hvenna aukist, og það er styrkurinn. Þess vegna megum við ekki liggja á orði Guðs. Við þurfum að vera óhrættið að segja það sem við vitum er satt og rétt og við vitum að sé frá Guði, en þarna held ég að séu margir rosalega smekir. Akkurju? Við höfum svo sem að tala um það af hverju. Að sjálfsálit manna er svo mikið, lítið, það er svo brotið, það er svo verið svo oft hoggið í það er svo oft verið reynd að vinna skemmdarverka og sjálfsáliti manna, sjálfsmynd að það er alveg skelfilegt. En drottinn er ekki þar, hann vil bara vinna og þú vinnir þig út úr þessu og þú hefur oft unnið þig út úr þessu, en verkefnið er ærið, þegar þetta getur kolst yfir þig aftur og aftur. Þannig er lífið, þannig er gangurinn í lífinu, en við eigum Jesú. Hann hefur ekkert breytt sér og það fullir ég. Að Kristur hefur ekkert breytt sér, ég kynntist honum fyrir rúmum 30 árum og ég þekki hann eins og ég kynntist honum, nema ég þekki hann miklu betur vegna þess að ég er búin að ganga lengur með honum og það er í eðli svona göngu að við förum að þekkjast betur þegar við talum ekki það, þegar við vinnum svona náið saman og erum svona mikið saman eins og ég og Jesús erum. Færum að leið á Jesú. Ég get ekkert svarað það fyrir aðra, en ég sé ekki að maður geti fengið leið á Jesúna. En það er ómögulegt að ráða í hvað mönnum finnst og hvað þeir eru að pæla. Það bara er fyrir margt löngu síðan sem ég er hættur að pæla í því. Og lágu mér það hver sem vill. En samt þreytist ég ekki á að láta sjálfa mig vita að til sé afl sem heitir Jesús, láta þig vita að til sé afl sem heitir Jesús, sem getur allt, er allt, tekur þátt í öllum okkar mannanna verkum, alltaf. Hann er alltaf til taks. Þú styður mig, ég er ekkert að gera lítið úr því, ég veit þú styður mig. En þú ert ekkert alltaf það sem ég er og er það ekki rétt?
og stundum ég að glíma einsamall og ég ekkert að berma minn eitt yfir því, ég nenni því ekki, ég hættur því og ég bara veit að svona þetta og ég veit að ég þarf að koma mér í gegnum þetta með hjálp lifandi Guðs. Ef að ég myndi segja það, þá myndir þú alveg bara fara strax í bæna strengin, ég þekki þið nógu vel til þess, en stundum segi ég þér ekki neitt og fyrir hverju átt þú þó að biðja. Ég þarf ekki að segja Drottni þetta því hann veit þetta. Hann að glíma þetta með mér. Kannski vill hann að ég myndi segja það oftar, en ég nú bara þannig maður og ég nú ekkert mikið fyrir það að vera þar. Sumir eru bara komnir í síman og byrjaðar að básuna sínum erfiðleikum bara leið og eitthvað sem þeir kalla erfiðleikar dynja á. Þannig komum við aftur að þessum veikleik og þessum tilfinningasemi í manninum. Og í tilfinningarótinu þá hann aldeilis ekki að vega og að meta allt rétt. Bara aldeilis ekki. Hvað þetta að gera við því? Það ósköp lítið hægt að gera við því. Nema, við höldum áfram að vera með sjálfu okkur í lagi. Við höldum áfram að vera með sjálfu okkur biblíumegin og þar með í lagi þeim megin líka. Og við þurfum að loka þeim hring sem heldur okkur sjálfum í lagi. Við þurfum að laga innvolsið hjá okkur fyrst, svo förum við á stað til þess að laga aðra. Ef að það eitthvað hlutverk mitt að laga þig til eða þú mig, ég held nú ekki. Ég veit hann sem tilbúin í þetta og getur þetta. Hann heitir Jesús. Þess vegna vill ég, og hef ég haft þann stíl, að benda alltaf á Jesú. Kristur lausnin. Jesús sá sem getur. Hann tekur við þar sem okkur skortir. Hann veit þar sem ég get ekki vita neina lausn, þá finnur hann leiðina. Vegna þess að hann allt í öllu. Vegna þess, og þetta ekkit flókið, ef við horfum í þann sannleika, Kristur veit daginn og morgun, veit lífið allt til enda. Hann með það fyrir augunum á sér. En hvað sér þú? Bara í kringu þig, alveg svo ég. Og hvað veist þú? Þú veist það sem hefur gerst og þú veist þangaði núna sem enginn veit nema Jesús. Hann allt í öllu alltaf. Já, þú getur stött mig og ég veit þú gerir það. En þú ekki alltaf til halds og traust. Og það bara sannleikur. Fyrir mér, sami og fyrir þér. Hversu oft hefur þú ekki hringsnúist sjálfa þig og þurft að glíma við flest allt, já, með þér sjálfum og sjálfri. Já, ég get sagt þér það að þannig hefur mitt líf meira og minna verið merkt og ég held að það sé ekkert öðru heldur en þitt líf að þessu leyti. Þetta bara staðan. Svona þetta, svona var þetta og svona verður þetta. Lífið bara svona, en Drottinn sami. Þess vegna það svo stór synd og skelfileg synd og vond synd þar að menn fara einhvern veginn frá þessu öllu saman. Þeir vilja ekki vera þáttakandur í safnaðarstarfinu, þeir vilja ekki vera með neinum kristnum manni og ég skil það vegna þess að við höfum svo oft orðið fyrir vonbrigðum hvort með annað. Akkur verðum við fyrir vonbrigðum hvort með annað? Það af einni ástæðu. Við erum að sjá menn öðruvísi en þeir við erum að gera meiri væntingar til fólks en það getur staðið undir, að því við erum alltaf að sjá Drottinn, verk Drottinn sem hann vinnur einn í mannesku, veiklundaðri, veikburða, vanmáttugur í mannesku, því að þó sett kristin manneska, þá verður þú áfram þetta. Og alveg eins og alltaf áður, þá hvert og eitt okkar sem þarf að hrópa til Drottins styrk frá honum og hann reisir menn upp í sínum anda og þá skal andaveru vonskunnar, skulu andaveru vonskunnar gæta sig. Og þá standa þær klárar á hlaupaskónum sínum þegar slík manneskja birtist, því að þær vita að þær hafa ekki roð í viðkomandi undir þessum kringumstæðum. Það þetta sem við þurfum að vita og það þetta sem við þurfum að byggja ofan á og vera í og minna okkur á
Því þetta sannleikum, þetta það sem orð Guðs að segja. Já, vinir, við skulum ekki byggja svo mikið á krafti annara manna og kvenna. Við þökkum fyrir það eða vil styðja okkur, en það ekkert alltaf að styðja okkur. Eins og við vorum að tala það getur það ekki. Þetta bara útilokað mál að ætlast til þess að menn styðji mann öllum stundum. Af því að þú ert oftast nær einn og þú ert að berjast við þín að þanga einn og ein. Þetta eru bara staðreyndir sem þú getur tosað upp í þér sjálfum og sjálfri. Og þú veist þetta svona. Og eins og voru líka að tala þá erum við misjafnlega duglega við að tjá okkur þessi mál við aðra. Og ég nú mjög lítið í því. Og ykkur að segja, og ég byrði ykkur að fyrirgefa það, ég nenni því ekki. Ég nenni ekki vera að höggva í ykkur knérun sem á þessum nótum. Að því ég veit, hef lært það í gegnum mín 68 ár, að þetta hvort þið eitthvað sem ég þarf að leysa með sjálfum mér. En núna ekki með sjálfum mér, heldur með sjálfum mér og Drottni. Hann allt í öllu, hann alltaf. Og í þessu vil ég búa, í þessu vil ég dvelja, þetta vil ég tala. Og ég get alveg staðfest það að færi maður þessa leið, að hver ætlar þá að stoppa mig? Já, bentu mér á hann. Hafi Drottinn talað eitthvað til þín og hver ætlar þá að stoppa þig? Ertu stopp? Hvernig má það vera? Að þú sé stopp? Sannfærður það að Drottinn hafi talað það til þín? Hvernig gat þá einhver stoppa þig? Ertu ekki að sjá þetta eitthvað röngum augum? Ég bara fullyrði það að svo sé staðan þessi. Að þarna á einhver staðar hefur eitthvað skólast til sem þú tókst aldrei eftir. Og það getur alveg komið fyrir fólk. Svo fyrir utan það erum við þrjósk mörg hver og í þrjóskunni gerist margt. Og ekki alltaf nein blessun af þrjósku og sennilega aldrei nein blessun af þrjósku. En hún til staðar, hún einn af þessum löstum manna. Og maðurinn fullur af alls konar löstum, en þeir deyja allir, þeir hrynja allir af þegar þú ert í anda Guðs og bara þar. Og hvort viltu? Og þá vil ég nú ekki bara vera í anda Guðs, ég reikna með því. Andi Guðs góður andi. Andi Guðs lífgefandi andi og meira, hann gefinn þér, hann fyrir þig, hann talar við þig, hann vill vera með þér, hann segir þú ert vinur minn. Já, andi Guðs sjálfur segir þetta. Og ég trúi því að svo sé. Og ég veit skilyrðin. Skilyrðin eru vilji Guðs í mínu lífi. Það eru skilyrðin. Vilji Guðs í mínu lífi? Ég tel svo vera, já, ég fullyrði það. Ég hef leitast við að gera vilja Guðs. Ég hef keppt eftir því að gera vilja Guðs. Og ég geri vilja Guðs. Og bara stend við það. Þetta vilji Guðs til að mynda sem ég að gera hér, að tala til þín í gegnum auga minnar fallegu myndavélar. Þannig hefur hann notað mig. Ég get sagt þér það, þetta stoppar enginn. Aldrei, kemur ekki til greina. Þó ég hafi aðstöðu núna eins og hún að þá mun ég halda áfram að hafa aðstöðu. Þá bara einhver aðra, einhvern veginn öðruvísi, en ég verð ekki stoppaður, því lofa ég þér. Ég mun halda þessu áfram. Og eins og ég spurði á þann og spyr aftur, hvað stoppaði þig? Sjálfur sannfærður að Drottinn hafi kallað þetta verka, en hvað stoppaði þig? Einhverjum menn, handónýtir menn, hvernig má það vera? Andspænis lifandi Guði. Það bara gengur aldeilis ekki upp. Hefur einhvern að velt þessu fyrir þér og ættum kannski að gera það og fara svona beina hugaðunum í þessa átt. Við þurfum að eiga frið við Guð. En það aldeilis ekki alltaf sem við eigum neitt frið við Guð.
Hvað þegar að til að mynda menn taka þá ákvörðun upp á sitt eindæmi að fara svona burt frá öllum þessum söfnuðum því að þeirra álit þetta allt handóni? Þá hefur Guð breytt sér ef að þeir eru orðnir handónýtir. En það er á skjön við það sem orðið er að segja að Drottinn hafi ekkert breytt sér. Hvernig má það þá vera að söfnuð þetta sé allt í einu orðnir handónýtir? Hvaðan kemur þetta? Ég held að þetta komi allt saman frá þinni eigin gremju, sé þetta til staðar. Þinni eigin tortryggni, þinni eigin væntingum eitt og annað sem að byggðu ekki á réttum grunni. Svona erum við menn. Við erum að draga alls konar upp og búa til alls konar í kringum allt og ekki neitt og stundum erum við að byggja á einhverju bara tómu lofti. Tré hei á hálmi heitir það í orði Guðs. Og hvað viltu fá gott út úr því? Ég held þú fáir bara ekkert gott út úr því. Því að þetta efnin til að byggja gott eru ekki til staðar. Þarna erum við komnir að byrjuninni í raun og veru. Og byrjunin er svo að þú einhendir þér fljótt, hratt og vel í orði Guðs. Láttu það vera byrjunin á öllu öðru. Og farðu svo og byttu Drottinum að gefa þér augu sem sjá og eyru sem heyra. Þú þarft á þessu öll að halda. Því að gangan er framundan. Ljómi að fyrstu kynnu þínum af Kristi eru til staðar, fyrstu mánuðina kannski, en svo fara þeir að minnka og alvara lífsins að taka við. Og þá kemur það í ljós á hverju þú hefur byggt. Þetta er bænarefni sem að ég bið Drottinum að vera með í, því að ég veit að maður er bara maður. Hann veit ekki nema bara það sem hann er að sjá í kringu sig. Hann veit ekki gönguna, hann þekkir ekki leiðina, hann veit ekki hverju mætir honum, hann veit ekki öll vonbrigðin sem hann hefur. En Drottinn segir, ég vil gefa þér augu sem sjá og eyru sem heyra. Sjá hvað? Til að mynda í kringu þig. Heyra hvað? Það sem menn er að segja. Sjá þegar að menn byrja að falla lappirnar á sjálfum sér. Og þú getur dregið ályktanir á því. Þú sér að þarna gerði maðurinn mistök og þú segir ég vil ekki gera þau líka. Af því þú hefur augu sem sjá og eyru sem heyra. Sjá til að læra og heyra til að læra. Þannig að þú heldur áfram og heldur áfram að trú og treysta Drottni. Það mun vera þér, alveg svo hefur verið hjá mér, minn besti vegvísir til þessa. Ég á ekki neitt betri vegvísir en hann að geta treyst lifandi Guði, fá að treysta lifandi Guði til allra góða verka í mínu lífi. Þetta er það sem að Drottinn vill tala við okkur í dag. Við erum að fá góðan boðskap frá honum í dag eins og alla aðra daga sem hann opnar munn sinn. Já, opnar munn sinn. Akkur opnar hann munn sinn? Til manna sem heyra, til manna og hvernig sem sjá. Það er málið. Þetta er bæn sem við þurfum að biðja, við þurfum að sjá, við þurfum að heyra. Heyra hvað? Það sem Drottinn er að segja. Það er náttúrulega orðið í kringum okkur lón og dón allan daginn. En það er ekki allt sem við ættum endilega að þurfa að heyra. Kannski er fæst að þeim sem við ættum að vilja heyra og margt það sem augun er að sína okkur ættum við ekki að vilja sjá. En við erum með þetta allt í okkur og það er engin síja uppi, svo spyrjum við, byrju hvað af þessi rétt? Ég held við þurfum ekkert að spyrja okkur slíkara spurninga ef við bara gerum þetta rétt frá grunni. Og við höfum orðið, við höfum trúna, við höfum þetta allt, en erum ekki að nota þetta nema endurum og sinnum að því okkur vantar alvöruna í verkið. Alvaran hefur aldrei fengið að fæðast fram í verkið. Og svo smátt og smátt erum við að dragast frá þessu öllu saman fyrir hvern? Ekki okkur sjálf, það er alveg ljóst. Þegar við getum hangið í því, ef við viljum nota það orð, að Drottinn er hinn sami.
og hann fer ekkert í manngreinar álit og annað líka stórkostlegt, segir hann, sér ekki eftir neinu. Þetta eru allt saman stórkostlegar kennslur sem að hér hafa verið talað og svo mikilvægar að við tilengum okkur, vitum og munum eftir, því að þetta er allt í gangi og hefur verið á öllum tímum. Bleikaskýið sem við fórum á þegar við frelsuðustum, það er ekki lengur til staðar. Og við erum búin að sjá þetta allt saman fyrir margt löngu eins og þetta er. En samt, ef við vinnum rétt með þetta allt saman, sjáum við að drottin er hinn sami. Orðan skilda, þau eru virk, þau eru. Og ég líka, ég þarf ennþá að heyra, ég þarf ennþá að sjá það sem drottin er að gera. Og hvað er hann að gera? Hann er til að mynda með kirkjuna sína ennþá. Fallega, ferska og fríða. Það verður ekkert breyst. Hann sýnir okkur glæsileika sinn út allt. Þetta er það sem við getum séð, en viljum við sjá það? Við erum að tosa yfir okkur alls konar, sem er ekkert nema niðurdrepandi afl. Ekkert gott sem við heyrum í fréttunum. Ef það er ekki COVID, þá er það apabóla. Ef það er ekki apabóla, þá er það verðbólga sem er að flæði yfir allt og svo framvegis. Svona eru fréttirnar. Hvað er uppörfunin? Hún er ekki til staðar. Því menn hafa enga uppörfun nema úr orði Guðs. Er það ekki svo lítill sannleikur sagður þar? Ég myndi segja það. Og þetta er það sem við eigum að vilja. Við eigum að vilja vera undir afli sannleikar. Og það er einfalt að segja þetta því við getum það. Drottinn býður okkur það. Hann segir gerið minn vilja, þá eru þið vinir mínir. Og hann býður okkur inn til fundar við sig og þar segir hann okkur þetta og margt annað, að því við erum vinir hans. Hann veit að við munum taka við því. Hann veit að þetta mun styrkja trú okkar og þess vegna talar hann við okkur. Keppum eftir því að vera vinir hans. Og þá er ekkert lengur neitt rúm fyrir vini í heiminum. Ef við auðvitað höldum áfram að þykja vænt þetta fólk og við fyrir allt, þá viljum við fá það bara til Jesús. En við ætlum að gera vilja Jesús. Við ætlum að sjá til þess að okkar líf, það miðist við lífið sem hann er að boða. Akkurju? Að við höfum góða reynslu af því. Eða höfum við ekki góða reynslu af lífinu með Jesús? Ég hef nú bara góða reynslu af lífinu með Jesús, en ég, eins og áður, getur þetta bara að tala fyrir sjálfa mig. Ég get ekki að tala fyrir neitt annan. Þetta er bara það sem ég hef málið að segja. Og þetta er það sem að drottin hefur boðið mér að tala segja frá og vera undir. Hann er allt í öllu í mínu lífi. Þess vegna segi ég það að ég og Jesús erum alltaf saman. Hann veit allar mínar baráttur. Já, þú segir styðja mig og ég efast ekkert það og ég veit að þú gerir það. En þú ert ekki alltaf til staðar, hver sem þú ert. Ég styð þig og ég stendi það, ég styð þig. En ég er sjaldnast kannski ekki þessi staðar þegar þú þarft á einhverju aðstoð að halda. Þegar ég er maður á öðrum stað. Þannig að við sjáum að við getum ekki svo mjög stólað á þetta. En sá býr í þér sem er alltaf. Og hann vinnur verkið með þér. Í svona 99% tilvika er það hann sem hefur komið þér í gegnum alla þessa skafla og ert ekki sammála mér þar. Ef þú ert heill og heil í þinni trú, þá ertu það jú. Þetta er það sem við eigum að tala En við erum að hengja okkur alltaf á menn, fólk. Við erum að horfa til fólk, við viljum að þessi manneskja biðji að því hún er svo bænheit. Þetta er kjaftæði. Það er engin bænheitari en þú. Því að trúin kalla fram bænin og það er bænheit bæn sem kemur á trú. Og þú átt til trú, notaðu hana í þínu bænalífi. Og þá myndir svo undur og stórmerki gerast því að þú, hver sem þú ert, hvert sem álita á þér sjálfum og sjálfur þá áttu til trú og þú getur notað hana. Þá ert þú bænheit manneskja, svo bænheitasta í öllum heiminu. Og það gengur út af þér kraftur, hver sem þú ert. Þannig að þú þarft ekki að leita langt yfir skamt og
segja við þessa mannesku að hún verði að biðja því hún er svo bænheit, og ég lofa þér því hún er ekkert bænheitar heldur en þú. Eigum til trú og eigið þú til trú, þá er trúin ykkar jafn sterk. Það er bara til ein stærð af trú og þú átt hana. Misjafnt er hvað menn er að nota, og það er í engum að kenna nema mér og þér sjálfum ef við erum ekki að nota okkar trú til að virkja hana á þann hátt sem Kristur er að bjóða. Þannig er það nú. Þennan boðskap vil ég tala, og svona boðskap trúi ég. Ég vil að áhersla sé lögð á einstaklingin. En að því við erum með svo skerta sjálfsmynd á, þá erum við með svo álitið sem við ættum að hafa okkur sjálfum á þessum og á hinum og hinni, en þetta er kjaftæði. Þetta stenst ekki. Kristur dó, segjum við það ekki, fyrir mig. Halló, hann reis upp fyrir mig, segjum við það ekki, kennum við þetta ekki? Jú, við erum að kenna rétta kennslu, en akkur erum við þá ennþá á þeim stað að við erum að ætlast til að þessi biðji og þessi, en ekki við sjálf, númer 1, 2 og 3. Það er alltaf aðri biðji, en við skulum leggja áhersluna á það að við séum þá sjálfa að biðja í þeirri trú sem við eigum. Ég trúi því reyndar að ef fleiri biðja, að þá verði árangur meir, og það er alltaf að hafa þessa trú, en fyrst og fremst þarf ég að biðja. Að því mín trú er jafn stór þinni trú, og við skulum segja hún sé svona stór, og þetta er trúin sem er gefin. Þetta er það sem við erum að vinna út frá. Ég í mér og þú í þér, í Jesú nafni. Og engin munur á. Það er ekki þetta sem við viljum. Strangt til tekið, jú, og í grunninn er það þetta sem við viljum. Og þess vegna viljum við hér, og ég trúi því að þú takir undir það, ég sé það bara á þér, að þessi boðskapur gangi. Við erum að hætta að vera að horfa á þessa menn og konur. Því það er engin ónýtari en þessir menn og þessar konur. Ef að þau eiga til eitthvað afl, þá áttu þetta afl til líka, þegar við erum að tala um aflið sem Jesús er að gefa. Við verðum að rísa upp í þessum styrk. Eins og við vorum að tala um, og vorum að byrja hér að ræðun á, þá erum við oftast nær ein með allri virðingu fyrir öllum þeim sem vilja styðja okkur. Ég er ekkert að tala um það. En þetta er bara staðan, þetta er staðrind, og þú kafar aðeins ofan í það, þá þarft ekki djúpa köfun til að komast að því að svona sé þetta og ekkert öðru sig. Ég og Drottinn sama í öllum aðstæðum er málið. Ég fekk svona trú, ekki kannski stór, þú ert með sömu trú. Þú ert ekkert með svona stóra trú og ég er bara með svona stóra trú. Einhver annar bara með alla sjáanlega trú. En það er allt annað mál hvað er að koma fram í okkur. Þegar við erum misstögleg við að rækta það sem við eigum, til að þetta verði fallegur blómagarður. Það er vinnan sem við erum í. Og það er vinnan sem við erum að leggja grunn að með því að hvetja menn að akrinum sjálfum og í verki þar. Því að það mun bæta og byggja upp trúna sem við erum með. Já, við erum með orðið. Við erum með bænina, við erum með hvort annað þetta. Ekkert að gera lítið úr neinu af þessu. En ég þarf að standa mína plikt. Þú þarft að standa þína plikt. En þú ert ekkert hærri mér og ekkert þannig sé neitt trúaðir í mér. Það stemmir ekki saman við orð Guðs. Og hvað segir ekki Drottinn sjálfur? Ég fer ekki mann greinar áleit. Ef að mín trú er miklu stærri en þín eða þín miklu stærri en mín, þá má alveg segja um Drottinn, hei, hann fer í manngreinar álit, en hann gerir það ekki. Það er ekki það sem hann er að boða eða tala um, og það er heldur ekki það sem við erum að tala um, sem að vitum haus og hvað snýr upp og niður á orðið Guðs, og það eru margir á þeim stað. Þetta er það sem að Drottinn vil segja okkur í dag, og við þakkum auðvitað fyrir það að hann gefst ekkit upp á okkur, og hvar væru við ef hann gæfist upp á okkur. Og ef hann gæfist upp á okkur yfirleitt, akkur skyldi hann þá hafa frelsað okkur? Hann er ekki maður. Hann sér ekki eftir neinu sem hann gerir.
Við getum séð eftir mörgu og kannski eftir því að hafa tekið við Guði, sem við reyndar réðum engu bara Guð kom og tók okkur. Það alls konar sem að glíma við erum að glíma við, en við erum heldur ekki Guð. En hann stendur með okkur í blíðu og stríðu og ef þú skoðar það mál í sanngirni þá sérðu það svona nákvæmlega hefur þetta verið. Ég vissi ekki einu sinni af því. Vissi ekki einu sinni af því að þú varir í blóðugum slagsmálum hið innra. En þú vissir það. Það fór ekkert fram hjá þér. En hér ertu, alsæl og alsæll, sigraður. Þannig er þetta. En við styðjum hvort annað, við blessum hvort annað og erum umfram allt vinir og kærleikarans megin í þessu öllu saman. Það getum við. En þú veist ekki alltaf hvernig mér líður, því lofa ég þér. Frekar en ég hvernig þér líður milli daga. Ég get það bara ekki. Í Jesú nafni. En við segjum þetta gott í dag og gaman að tala við ykkur héðan. Við gerum þetta á þessum stað eða hinum svona til skiptis. Við höfum allt, þá vil ég fá að blessa þig í Jesú nafni og hvetja þig til áframhaldandi dáða og verka í Jesú nafni. Amen.